Já, það var fyrir svona liðlega ári síðan að við vorum að ræða í stjórninni dagskrá næsta starfsárs og þá kom upp í umræðunni að það væri rétt að kynna fyrir félögum hina svokölluðu fornu speki eða stundum kallaða kenningar í lífsspeki. Þetta kemur sér vel fyrir nýja félaga en ekki síður líka fyrir eldri félaga þó við þekki þetta því alltaf er gott að rifja upp góða hluti. Svoleiðis að mér þótti rétt að byrja á stofnanda eða einum af stofnendum félagsins sem að ef að hún hefði ekki verið þá náttúrulega væri ekkit félag í dag og það er náttúrulega Helena Petrona Blavatsky og hugmyndin er að kynna hana fyrir fólki og hvernig þetta fór af stað allt saman. Nú, ég fyrir það eftir nákvæmar hvernig félagið varð til en það er mikið spurt það hvað er lífsspeki eða guðspeki og það kemur af gríska orðinu Theosofía, Theos guð og Sofía speki, það er að segja guðleg viska. Nú þetta kom fyrst fram hjá nýplatóningum í Alexandríu á 3. öld eftir Krist og þar má nefna menn eins og Ammonius Saccas, Jamblichus, Plotinus og fleiri góða menn. Þar er þetta hugtak fyrst notað. Nú hvað þetta þýðir eru til margar útskýringar en sú sem að oft er nefnd og mér finnst að svara þessu kannski best þó þessu verður kannski aldrei alveg svarað er að þetta skýringi sé tvenns konar. Það er að segja annars vegar er hún absolutt og svo aftur relatív. Absolutt eða algild þá þýðir að það eru hugsanleg sannindi heiminn og tilveruna og relatív eða afstæð er sem sagt hinar ýmsu kenningar sem er tilraun til að nálgast þennan sannleika. Nú hér fyrir ofan set ég líka motto félagsins sem er engin trúarbrögð eru sannleikanum aðri en mér er sagt að réttari þýðing sé eiginlega að engar kenningar séu sannleikanum aðri. Fyrir þetta orð er orðið dharma á sanskrit en það getur nú þýtt ansi margt. Og hér er mynd af Helenu Petronu sem er uppi á árunum 1831 til 91 og hér er fæðingarheimili hennar og hún fæddist í Ekaterinoslav í Úkraínu sem núna heitir Dnipropetrovsk. Þarna er mynd af henni ungri. Hún fæddist 12. ágúst 1831 og faðir hennar var Peter von Hahn sem var ofursti af þýskum ættum. Móðir hennar var þekktur rithöfundur Helena de Faddeev. Helena hún missti móður sína mjög ung, hún var ekki nema 11 ára gömul þegar hún lést og þá var henni komin fyrir hjá afa sínum og ömmu og frá 1842 og það var í Saratov sem er á sömu slóðum og þar var afi hennar sem sagt landstjóri. Það var tekið eftir því strax á unga aldri að hún
hún var gætt hæfileikum sem voru óútskýrðir og sjálf vissi hún að hún sá hluti sem aðrir sá ekki. Eitt af því sem að hún sá var að birtist henni maður, virðulegur maður með sítt svart skegg og hún átti að kynnast honum betur. Nú þar fyrir utan í venjulegum gáfum þá var hún var mjög gáfuð, hún lærði tungumál mjög auðveldlega, hún var efnilegur píanóleikari og flinkur teiknari. Það eru til merkilega teikningar eftir hana sem að sýna hæfileikana. Nú, ég var búinn að segja frá þessu verndara sem þarna er nefndur, sem hún átti eftir að kynnast betur. Nú þegar hún er 20 og það er að segja á afmælisdegi hennar, þá var hún stödd í London með föður sínum og þá sér hún menn koma á austurlenska í útliti á hestum og þá sér hún að einn þeirra er þessi maður sem hún hafði séð og hann biður hann að hitta sig daginn eftir og hún hittir hann og þá kemur í ljós að þetta er Moria sem seinna var kallað Mahatma eða meistari í Moria. Nú svo víkur sögunni aftur til Rússlands. Að tæplega 18 ára þá giftist hún miklu eldri manni, Nikifor Blavatsky. Það var þannig að systir hennar Vera og hún, þær léku sig mikið saman og voru ofta að stríða hvor annari og Vera hafði stundu sagt í samkvæmum að til að stríða Helenu að líklega átt eftir að gifta þessum þarna manni, gömlum skrögg. En og svo var það úr að hún var látin giftast honum. En sumir álíta að Helena hafi séð að þetta væri tækifæri til að losna úr og fara út í heim sem að hugur hennar stóð til. Nú, hjónabandi í hennar augum var einskis virði, það var aldrei uppfyllt eins og sagtur og eftir nokkra mánuði þá ferðaðist hún strauk hún að heiman, ferðaðist til Tyrklands, Egyptalands og Grikklands. Nú hér setjum ég upp myndir bara svona til að hérna frá Istanbúl og svo í Egyptalands, Grikklands og svo fór hún til Suður-Ameríku og Mið- og Suður-Ameríku og sjáum hér rústir þaðan. En af því hún vissi af samtalum sínu við Moria að hann sagði hann að hennar biðu sérstök örlög á Indlandi en sjálfur bjó hann í Tíbet. Nú, hún fór til Indlands og reyndi að fara inn í Tíbet en það tókst ekki í það sinnið. Að lokinni Indlandsdvölinni þá fór hún aftur til Englands og systir hennar Vera taldi að hún þyrfti að standa við samt samning sem var mjög líklega sá að hún átti að halda tónleika. En hún var það góður pianisti að hún var meðlimur í Philharmonic Society, London. Nú 1854 þá hittir hún Moria aftur í London og fer svo þaðan til New York. Hún er mikið á ferðinni, þetta eru ótrúlega mikil ferðalög sem svona ung stúlka tók sig fyrir hendur og hún fer til New York, svo fer hún bara yfir alveg til Chicago og til Salt Lake City og alveg til á vesturströndina og fer yfir Kyrraharið og kemur til Kolkata 1855 eða 56, það er ekki alveg víst. Og hér er bara myndir svona frá London og hérna er í Kolkata eins og Calcutta er nefnd nú á dögum og svo er þarna hið fræga Tabernacle í Salt Lake City. Nú hér er mynd af hennar meistara Mahatma Moria, oftast kallaður M í lífsbyggilegum fræðum
og hann var í nánum tengslum við þetta musteri, þetta klaustur í Tíbet sem hét Tashi Lumpo og nálægt Sigatse sem nú orðin stór borg. Nú seint á árinu 1855 þá tekst henni að fara inn í Tíbet og þá í gegnum Kasmír og Ladakh og þá fer hún í gegnum vissa andlega og dulræna þjálfun hjá sínum fræðara. Nú, hún heldur áfram ferðum sínum. 58 hún komin til Frakklands og Þýskalands. Síðan fer hún aftur til Rússlands. Hún fór oft til Rússlands svona inn á milli í öllum þessum ferðum til að hitta sína ættingja. Og þá dvelur hún hjá systur sinni Veru Sjeliovski. Nú, á þessum stað þar sem Vera býr, að eins og þið vitið í rússneskum sögum að það mikið samkvæmi hjá aðlinum. Hún af aðalsættum og það var jólaleytið sem mikill fögnuður heima hjá Veru og þar eru eldri bróðurinnar sem í háskóla og hans kunningjar og þeir hafa vitað að það séu dulrænir hæfileikar sem að Helena sé gædd og þeir vilja reyna að prófa hana. Svo þeir ögræni með því að reyna að espa hana upp og fá áhuga að gera eitthvað skemmtilegt og í lokin þá gefur hún eftir og segir færum við þetta litla borð þarna. Það var eitthvað lítið borð sem var í stofunni og setja fyrir framan mig. Bað alla að fara aðeins frá borðinu og áður voru búin að taka upp. Þetta var fislétt lítið borð. Hún horfir á borðið nokkra stund og svo biður hann þessa ungu menn að lyfta borðinu. Og sá sem að reyndi, það var sama hvað hann reyndi, að hann gat ekki bifað borðinu. Og hver og eftir öðrum fóru og reyndu við borðið og það var blýfast. Svo eftir smá stund þá segir hún, pröfiði núna. Og þegar þeir ætla að lyfta borðinu þá hann þauta upp í loft því þeir hélt að verið ennþá fast, en þá var það orðið laust. Nú, svo ferðast hún Kákasus og haustið 1865 þá ferðast hún Balkanlöndin, Grikkland, Egyptaland, Sýrland og Ítalíu. Þetta alveg ótrúlega mikið ferðalög hjá svona ungri manneskju. Nú árið 1868 þá fer hún aftur í gegnum Indland til Tíbet. Það að segja, þetta kallað stundum litla Tíbet sem í dag heitir Ladakh, en það þekkist ennþá í dag að þetta sé kallað litla Tíbet og þar hittur hún góðvin Moria, það að segja Mahatma Kutumi. Þar hittir hún hann í fyrsta sinn, hann átti þarna bústað sem við sjáum hérna, það málverk af því og það sagt og þeir sögðu henni að hún þyrfti helst að vera hjá þeim í 3 ár við þjálfun og nám. Á þessum árum að þá kendi KH, eins og hann yfirleitt nefndur, Kutumi, hann kendi henni 2 tungumál, Sensar, sem hið forna og helga mál, sem nú eiginlega horfið, og ensku. En Kutumi hafði nefnilega sjálfur stundanám í háskólanum í Oxford, svo hann kunni ensku mæta vel. Nú, á þessu tímabili þá mjög líklegt að hún hafi kynst grundvelli, þeim grundvelli sem var grundvöllurinn að hennar mikla verki Secret Doctrine eða huldu kenningunni. Það eru svokallar Q&T bækur.
þetta var aldrei vitað hvaða bækur, hvað hún hafði svo kallað stansas og tjan, eða tjan-stansana, sem stansar eru bara eins og ljóðlínur eða spekisetningar, og margir austurlandafræðingar töldu þetta bara hennar hugarburð, því þessa stansa var hvergi að finna í austurlenskum bókmenntum. En nú hefur komið í ljós að þessar bækur sem eru þarna að baki voru kallaði hún Ki og Te, en í Tíbet þá var framburðurinn allt annar, og það var eiginlega orsökin af því að þær fundust ekki. Þeirra framburður var, ég kann það nú ekki alveg, en eftir því sem ég hef séð leiðbeiningar, að þeir hafi sagt einhvern veginn Gurudze, og það er alltaf mjög ólíkt Ki og Te. Nú, það að hún hafi fengið aðgang að þessum bókum sannar að hún var þarna, vegna þess að þessi rit var hvergi að finna annar staðar í heiminum. Og líka það að fyrir venjulegum lömum Tíbet þá voru þessar bækur lokaðar, og það þurfti sérstaklega leyfi að ná aðgang að þeim, og þessir ágætu menn þarna, M og KH, voru í góðu tengslum við yfir Laman. Nú eftir dvöl sína í Tíbet frá cirka 1868 til 70, að þá fer hún til Kýpur og Grikklands, og svo fer hún með skipi yfir til Egyptalands, en skipið lendir í ofsaveðri, og það henni, hún er nær dauðan lífið þarna, en er bjargað frá drukknun. Þegar hún er í Kaíró, þá reyndi hún að stofna félagsskap andleg mál, en í stuttu máli þá mistókst sú tilraun. Nú svo fer hún aftur til ættingja sinna 72 og er tíma í Rússlandi. Svo er það vorið 1873 að hún fær skipun frá fræðara sínum. Hún virðist hafa ávallt verið í einhvers konar fjár tengslum við fræðara sinn, telepatískum tengslum. Hann biður hana að fara til Parísar og svo þaðan til New York. Og þar sest hún að, og þar verður þetta hús verður þar heimili hennar. Ég skilst að hún hafi verið á þessari hæð og Olcott hafi haft herbergi þarna lengra á sömu hæð. Nú, þessi íbúð sem var kalluð Lamasetrið var mjög óvenjuleg fyrir allt fólk sem bjó í New York og sem komið þarna. Þarna voru bæði listaverk og mikið austurlenskum munum, og svo var þjónn þarna sem var Indveri. En svo er það í september, nákvæmlega 7. september, þá fæðist svo hugmynd að stofna þetta félag. Og ég freistast til að aðeins að segja frá því. Þá var það þannig að smá saman fóru að verða fundir þarna í íbúð hennar, sem að hún var náttúrulega að fræða fólkið, og það laðaðist að henni allskyns fólk, bæði menntafólk og annað. Þarna voru rithöfundar, þarna voru prestar sem voru þá mjög víðsýnir, heimspeki prófessorar og allskyns áhuga fólk andleg mál. Eitt kvöldið, þarna 7. september, þá er arkitekt nokkur, Georg Feld, að halda erindi hlutföll
í byggingalist Grikkja, Egypta og Rómverja og tengsl þeirra við andlega mál, heimspeki og dulspeki jafnvel. Og þegar hann að halda þennan fyrirlestur og var með mjög góða teikningar, hann var flinkur teiknari, þá var ekki komin svo tækni sem við búum við núna, að þá tekur Olcott upp miða, hripar á hann okkur orð, gefur hann til William Judge sem satt við hliðina á honum og bað hann að senda miðan yfir til Helenu sem hann satt aðeins lengra. Á miðan hafði hann skrifað: er þetta ekki eitthvað sem við getum stofnað félagum? Og þegar miðinn kemur til Helenu þá horfir hún yfir til Olcott og kinkar kolli. Þannig verður félagið til, það er að segja kveikjan að því. Nú, svo það í nóvember, 17. nóvember, sama haustið, að félagið formlega stofnað í New York. Og þið þekkið öll þessi markmið félagsins, þau voru nú ekki svona alveg í byrjun, þau smá saman tóku breytingum á næstu árum og þetta sem sagt er eins og þau eru í dag og hafa lengi verið alveg frá upphafi síðustu aldar. Og hér eru stofnendur, Blavatsky eru upp en Henry Steele Olcott, hann var mjög merkilegu maður, hann var bæði með vísindalega gráðu í samt við Akuryrkju og hann var líka lögfræðingur og hafði gegnt mjög mikilvægum störfum á vegum bandarísku stjórnarinnar. Meðal annars var hann í nefnd sem að rannsakaði morðið á Lincoln forseta. Nú, William Judge, hann var bandaríkjamaður af írskum ættum og var lögfræðingur. Nú, þegar hún í Bandaríkjunum þá byrjar hún að skrifa og út kemur árið 1877 kemur fyrsta bók hennar út sem Isis Unveiled eða Isis afhjúpuð og í þessari bók þá hún að kynna forna speki og arfleifð mannsins á ýmsum stöðum á jörðinni. Þarna að ræða þekkingu sem að hafði verið eiginlega svona leynd eða neðanjarðar í margar aldir og var ekki möguleiki að birta hana vegna ráðandi trúarbragða eða stjórnmála aðstæðna í hverju landi. Svoleiðis að þetta eiginlega í fyrsta sinn í sögunni að hún getur birt svona lagað á þess að verða fyrir einhverju aðkasti. Nú, þarna að ræða þekkingu mest megnis frá Indlandi og Tíbet, Kína og líka frá Persíu, það frá gyðingafræðum líka og jafnvel norrænni goðafræði. Rétt að nefna það að þegar hún að rita þessa bók, það var á heimili rektors háskólans í Íþaka og þar var nú ekki mikið bókasafn svo það þótti merkilegt að hún var að sítera í alls kyns rit og bækur sem voru ekki þarna fyrir hendi. Nú, svo það 11 árum síðar að þá kemur út eftir hana Sigrid Doctrine sem hennar magnum opus eða meistaraverk og stórvirki og þar eru sem sagt til grundvallar stansarnir sem ég nefndi áðan sem koma úr 10 GUT bókunum. Nú, bókin í 2 bindum, það Cosmogenesis, það að segja upphaf heimsins og Anthropogenesis eða uppruni mannsins. Nú, það má segja að Vísindafélagið það átti stóran þátt í sögu okkar í heiminum að kynna austurlenska heimspeki og dulspeki fyrir Vesturlöndum.
Já, Blavatsky og Olcott þau fara í ferðir frá Bandaríkjunum. Hann var með sérstakann passa frá forseta Bandaríkjanna að hann hefði vald til að mynda tengsl menningarleg eða jafnvel fjárhagsleg við eiginlega hvaða land sem hann kom nálægt, vegna þess að hann naut svo mikils traust. Nú þau hitta A.P. Sinnett eða Alfred Percival Sinnett í febrúar 1879 og hann þarna í Simla í norður Indlandi. Og hann var ritstjóri aðal dagblaðs breskumælandi fólks á Indlandi sem hét Pioneer. Nú sama ár þá setja þau á stofn Theosophist, tímaritið sem náttúrulega ennþá gefið út. Það byrjaði þarna. Nú árið 1880 þá heimsóttu þau Sinnett og konu hans og þegar að það í þeirri heimsókn þá gerðust ýmsir atburðir sem að fólk hefur nú kannski gaman aðeins að heyra frá. Einu sinni þau þá að vera að heiðra Olcott fyrir að vekja áhuga fólks á sanskrít og indverskum heimspekiritum. Og það þarna samsæti, margt fólk saman komið og Blavatsky að ræða við rektor háskólans og í þeirra samtali þá segir hann svona þessir jókar til forna, þeir bjuggu yfir ansi miklum mætti. Þeir gátu kannski veifað hendinni bara og kæmu bara rósir ofan úr loftinu. En þetta náttúrulega, það engin slíki til lengur það. Og Blavatsky segir, nú já, þú heldur það. Hún stendur upp, segir einhver orð, veifar hendinni og þá fjöllur niður heill sægur af rósum yfir allt fólkið. Og þau halda áfram að tala saman og fólk náttúrulega greip rósir til að eiga þetta til minningar og líklega hefur hann verið að pröfa hana af því að hann segir, heyrðu, mér tókst ekki að ná inn innan rós. Hann hefur haldið kannski að þetta var fyrirfram ákveðið, en auðvitað var þetta ekki fyrirfram ákveðið vegna þess að þetta kom bara upp í þeirra viðtali, samtali. Svoleiðis að hann segir, möguleiki að ég fái til minningar. Hún veifar aftur hendinni, þá kemur rós og fleiri rósir fljúandi úr loftinu svo hann gat farið heim með sína rós til minningar. Nú, þetta bréf sem að nefndir þarna að þannig var að þarna voru menn á vegum stjórnarinnar, diplomatar sem hún var með nokkurn tíma seinna og þeir heyra það að hún geti sem sagt með huga orku eða hvernig sem hann fer að því, hún geti búið til bréf og með jafnvel undirskrift þeirra sem að bréfið frá, þó að sé ekki endilega hennar. Svoleiðis að þeir fara manana og í lokin lætur hún eftir og hún stendur upp og segir við þá, vil ég gefa mér nafn á manni hér á Indlandi, breskum manni sem í nöfn við þetta félag. Þeir gáfu henni upp nafn á manni, já, og manni sem ég þekki ekki. Þeir gáfu henni upp nafn á manni sem þeir vissu að hataði félagið og þá bað hann að gefa sér pappísörk og hún bað á að merkja hana svo að það verður nú öruggt að færi sama blaði sem hún myndi sýna þeim aftur. Svo heldur hún svona á blaðinu á milli handana og spyr þá í hvaða átt býr hann og þeir snúa henni í þá átt sem að hann býr og hún stendur svona nokkra stund og þegar að hún liðin þá setur hún blaðið á borðið og biður þá að lesa. Þegar Helena var að gera svona verk þá kom oft fram skemmtileg kímning á hennar
en í bréfinu sem að þeir lesa þá það frá þessum manni með hans rithönd. Hann skrifar að honum þykir mjög leitt að hann hafi verið svona ansnúinn félaginu og afsakar það í bak og fyrir, og bréfið stílað á Olcott, og hann lætur í ljós ósk að verða áskrifandi af Theosophist, og ekki nóg með það, hann lætur í ljós ósk hvort að hann gæti ekki orðið meðlimur í félaginu, og undirritunin Olcott, og Olcott nefndi að hann var alveg hissa að þarna var hans eigin rithönd. Svona atburðir náttúrulega, það eru margir til vitnis þetta, þannig að það verður hver og einn að taka þessu, bara eins og hann telur rétt. Nú, með tebollan, ég held ég verð að segja frá því þessi fræg saga. Þau eru gestir sem sagt sinnetjónana, og einn daginn þá ákveðu að fara í svona piknik eða í lautarferð. Þannig kannski ekki lautarferð, þannig að skógur allt í kring. Þau fara og tveir þjónar með, og þau eru þarna 6 saman á ferð þeirra á einhver stað sem að fólki taldi góðan að setjast á, að þá verður á vegi þeirra Indverji sem þau þekkja vel, og þau bjóða honum að koma með. Þá eru komnir 7. En þjónarnir voru með mikla körfur þarna með alls konar vistum og tesetti sem að voru fyrir 6 manns. Svoleiðis að þarna var einn komin í viðbót, og þegar þau setjast niður þá nefnaðu það að nú vanti einn bolla, og einhver segir við Palaski, getur ekki bara galdrað fyrir okkur einn bolla. Hún tekur því og hún horfir svona í kringu sig, og þarna var maður sem var frá stjórninni, herra Henderson, sem var mjög forvitinn í þessu máli, og hún segir honum að fara að einhverju tré þarna og grafa niður, og hann fekk hníf lánaðan hjá einum þjónana, og hann fer að róta upp jarðveginum sem var alveg óhreyfður og fastur, og það sem hann skar niður var mikið rætur. Þetta var setursviðatré og bara net af rótum þar sem hann varð að skera niður. Svo þegar hann fer lengra niður þá kemur eitthvað hvítt í ljós, og þá komið þar tebolli sem alveg sömu tegundar og það tesett sem þau eru með þarna í lautarferðinni. Og hún biður hann að krafsa lengra niður, og þá kemur í ljós svo diskur undirdiskur fyrir bollan. Og í lok lautarferðarinnar að þá fór Olcott og frú Sinnett á undan öllum hinnum inn í eldhúsið á heimilið þeirra til að gáa að bollapörunum þar. Það höfðu verið 12 bollar og undirskálar. 3 pör voru brotin, og þegar þau komu þarna að þá telja þau sem sagt það átti að vera þá sem sagt 6 fyrir þá sem að voru. Þarna voru 3 bollar í viðbót, og en svo þegar þau koma þarna heim þá þau með nýjan bolla og skál sem að kemur í ljós að tilheyrði ekki þeim sem að fyrir voru í eldhúsinu. Það er að segja, það var til þarna nýr bolli og undirskál, og þetta hefur verið varðveitt. Það var á sýningu í New York á aldarafmæli félagsins sínum tíma, og þá var hún til sýnins þar, og ég held að hún sé núna varðveitt í höfuðstöðunum í Adyar.
allir verða mjög undrandi og þegar þau eru að gæða sig á nestinu að þá spurði sig Henderson hver er eiginlega heimspekin og hugmyndir, hver er leyndardómurinn að baki því að geta gert svona lagað. Og í framhaldi af því samtali þá segir hann, hún segir, þú ert nú ekki meðlimur í félaginu. Og þá spyr hann, gæti ég ekki orðið meðlimur? Og hún sagði, við getum athugað það bara einhvern tíma. En frú Sinnett segir þá, af hverju ekki núna bara? Og Blavatsky segir allt í lagi. Og hún skimar þarna og hún biður menn að fara að leita að það sé hringað upp rúlað skjal sem er sem sagt skýrt henni hans sem meðlims. Og þau leita þarna í ýmsum runnum og það er Henderson sjálfur reyndar sem að finnur þarna í einu runna upp vafið skjal með borða í kring og þar kemur í ljós að þarna er sem sagt að hann er orðinn félagi í lífsbyggifélaginu og dagsetningin er alveg rétt og með undirskrift Olcott sjálfs. Ég set þetta ekki í dýra en ég keypti það. Nú, vegna áhuga Sinnets á þessum fræðum öllum að þá kom Helena á bréfasambandi milli hans og þessara ágætu meistara og þetta var feiki mikil magn af bréfum sem þeirra fór á milli fram og aftur og nú eru þau til í útgáfu sem The Mahatma Letters to A.P. Sinnett sem er þarna mynd af. Þetta er hægt að kaupa bara á netinu ef menn hafa áhuga á því. Nú sjálfur skrifaði hann 2 merkar bækur, Esoteric Buddhism og The Occult World, þar sem hann segir frá ýmsum svona skemmtilegum tilvíkum hjá Blavatsky. Nú hér eru rithanda sýnishorn af M og KH og fyrir þá sem hafa áhuga þá geta menn séð þessi bréf, sem sagt original bréfin, þau eru varðveitt í British Museum í London og þarna hafa ýmsir félagar í félaginu okkar sem hafa komið til London hafa séð þessi bréf. Ég sá þetta á sínu tíma og það var merkilegt að skoða þessi raunverulegu bréf. Það er mikið magn og þarna eru verðir sem eru yfir fólki og þá sjáum við að Kutumi er svona frekar mild og falleg skrift. Moria er mjög ólíkur og mjög svona ákveðin og allt annar stíl yfir hans rithönd. Nú, svo fara þetta söður inn, stuttu máli, þá finna þau stað rétt hjá Madras, Chennai eins og heitir í dag og þetta er 1884 að þá finna þau þennan stað rétt fyrir utan borgina sem heitir Adyar. Þetta er eins og Adyar höfuðstöðvarnar eru í dag. En þetta eru bara hluti af þeim byggingum sem þarna eru. Mér skilst að þetta er stór landareign. Ég hef ekki komið þarna sjálfur, en þeir sem hafa komið þarna, þeir eru til vitnis um það. Og eftir því sem ég hef heyrt frá fólki sem nýlega verið, þá eru núna 120 hús eða byggingar á þessari landareign. Svo þetta er svolítið stórt í sniðum. Nú að loknum ferðum Indland með Olcott og það er kannski best rétt að segja í leiðinni að þau stofnuðu lífsbyggi félög í mörgum borgum og var alveg ótrúlega vel tekið allstaðar á Indlandi. Svo að félagið það breytist mjög hratt út á þessum tíma. En hún fer til London og Parísar en stefnir síðan á fjölskyldu sem hún þekkti vel á Þýskalandi, í Elberfeld og þar var kona sem var mikið vinkonunnar, Mary Gebhardt. Þarna býr hún tíma og þar byrjar hún að skrifa þessa frægu bók
Sigrid Dokrin. En á meðan hún er þarna að þá eru hjón sem að hún hafi nú séð aumur á og veitt hérna starf í Adyar, að þau hérna birta það að sína skoðun að opinberlega að Blavatsky hafi falsað öll þessi meistarabréf og að hún sé svikari og lottari og allt sem hún er að tala um sé hreinn uppspunni. Málið er nefnilega það að þegar að Blavatsky og Olcott koma til Indlands að þá fór það fyrir brjóstið á breskum yfirvöldum að þau töldu rétt þegar þau töluðu við Indverja að þeir héldu sig við þá trúararleið sem að þeir væru vanir en breska heimsveldið náttúrulega vildi láta kristna líðinn. Þeir litu niður á Indverja, litu á það sem einhverja frumstæða menn en hérna og vildu láta kristna þá. Svo að þetta fór mjög fyrir brjósti á þeim og nú er talið víst að þeir höfðu áhrif á kristniboða þarna og þeir mútuðu hreinlega Kólumbhjónunum í að koma þessum óhráðri af stað. Og það var önnur ástæða líka þegar að Blavatsky var Bandaríkjónum að þá sagði hún var ekki mjög hrifin af hvað var mikið svik í samvættu við miðla og í spiritisma. Hún vissi að í spiritismanu voru raunverulegi hlutir en hún gagnrýndi ýmsa starfsemi sem átti sér stað á þeirra vegum. Og þeir vildu ná sér niður á henni. Svo það voru tveir aðilar sem að eiginlega tók hana fyrir og skelltu þessu á hana. Í marsmánuði þá, já, og hún fór sem sagt til þarna til Þýskalands og hún átti aldrei afturkvæmt til Indlands eftir það. Nú svo senda þeir Psychic Research Society í London. Þeir senda mann, Richard Hodgson, til Adyar til að rannsaka ásakanir Kólumbhjónanna. Og hann sem sagt gerir þessa frægu skýrslu og það var sagt að hann væri sérstakur sérfræðingur í að kannast slík mál. Staðreyndin var sú, hann var rétt rúmlega tvítugur, gersamlega óreyndur lögfræðingur og hafði aldrei átt við neitt svona lagað áður. Hann bara gerði það sem honum var sagt. Nú árið 1963 og þá er maður Adlai Waterman, hann skoðar all þessi mál og hann hrekur og afsannar alla þessar ásakanir. Og enn sterkari málstæður kom frá manni sem hét Vernon Harrison. Hann var sérfræðingur á sviði falsana og þar segir hann í yfirlýsingu sem var á vegum Sálarrannsókna félagsins í Bretlandi og birtist í tímaritum og dagblöðum bara víða heim. Og þar segir hann meðal annars að í niðurstöðu nýrrar rannsóknar að Madame Blavatsky, einn af stofnendum Theosophical Society, hafi verið ranglega dæmd. Svo segir hann ennfremur, skýrsla Hodgsons er gegnsýrð af afbökuðum staðhæfingum, getgátum, teknum sem staðreyndum eða líklegum staðreyndum, óstaðfestum vitnisburði, ónafngreindra vitna, einhliða vali á gögnum honum sjálfum til stuðnings og hreinum og beinum fölsunum. Þetta sem kemur frá Vernon Harrison. En Blavatsky var þannig að henni var einhvern veginn alveg sama. Hún vissi að hún var með rétta hluti og var ekki að reyna að verja sig. Þá fer hún til Würzburg í Þýskalandi 1885. Þar heldur hún áfram að skrifa Sigrid Dokrin. Og á þessum stað, þið sjáu það hérna er húsið,
Það er komið núna skjaldur hérna sem að segir frá því að þarna hafi Blavatsky verið og verið að rita þetta mikla verk. Þá var þessi kona sem er þarna mynd af, sem að var Constance Wachtmeister. Hún var af frönskum og enskum ættum, aðalskona. Hún hafði verið gift manni sem var með ættarnafni Wachtmeister og hann hafði verið sendiherra Svía í London og seinna utanríkisráðherra Svíþjóðar. En eftir dauða hans þá gekk hún í félagið 1881 og hún sem sagt kemur til Blavatsky, hún hafði kynnst henni áður og hún verður henni feiki mikil hjálp. Og hún skrifaði það mjög áhugaverðar minningar sem er mynd bókinni. Hún er til í bókasafninu okkar, það sem hún lýsir bara daglegu lífið þeirra. Nú, hún segir frá því í lýsingunni sinni að Blavatsky vaknaði mjög snemma á morgnana, 6 á morgnana, og hún fékk sér morgunverð. Svo satt hún bara við skriftir eiginlega meira og minna allan daginn, alveg fram til kvölds, nema hádegisverð og svo smá eftirmiddags eða síðdegis te sem hún fékk sér. Og eftir það þá til að slappa af, þá lagði hún kapal. Hún var alltaf að leggja kapal til að slappa af. Og á kvöldin þá komu oft gestir, það var mjög gestkvæmt þarna á stundum, ekki allan tíman en stundum. Nú, eitt merkilegt tilvik þarna er að Blavatsky var nú ekki mjög sporty, svo við segjum. Hún fór helst ekki út í göngutúra, var treg í það. En Constance, hún fór alltaf daglega í hálftíma, klukkutíma göngutúr. Og einn daginn þá fer hún niður í bæ og er að ganga og leiðin tilbaka þá sér hún búð með snyrtivörum og þá myndi hún að hann vantaði sápu og hún kaupir þarna einhverja mjög vandaða og góða sápu og afgreiðslumaður hann fyrir framan hana, hann pakkar henni inn og hún stingur henni í vasann og fer heim. Þegar hún opnar svo pakkan, þegar hún er komin upp á herbergið sitt, að þá er allt í einu komið bréf inn í pakkan með rithönd Moria, þar sem hann er að svara alls konar hugreningum hennar undanfarna daga. Hún var með kvíða yfir ýmsum hlutum og hafði áhyggjur ýmsu og þarna kom bara svarið frá honum skrifað í þessu bréfi. Nú, 86 þá flytur hún til Ostende í Hollandi og í Belgíu og í maí 87 flutti hún til London og þar er hún áfram alveg til dauðadags. Fyrst er hún í lítilli kytru en flyst síðan að þessum húsi hérna í Landstone Road og af og til verður hún heiftarlega veik stundum. En það var aldrei skrítið að þegar hún er orðin heiftarlega veik þá allt í einu bara er hún orðin algóð og heldur áfram sínum störfum. Þetta gerist nokkrum sinnum. Svo eru þessi 2 bræður, heiðursmenn, að þeir voru henni alveg ómetanleg stoð og hjálpuðu henni mikið með öll ritstörfin. Hér er skemmtilega mynd sem er tekin 1888, 3 árum fyrir dauða hennar. Hér er sem sagt Vera, systurdóttir hennar og þessi hér, þetta er systurdóttir hennar. Þetta er Vera, systir hennar. Þetta er maður þessar yngri, Olcott og svo Blavatsky. Nú, 1888 þá loksins sér Sigrid Docklin dagsins ljós og við förum betur í hana á eftir.
En síðasta bókin sem kemur út, það lykillinn að lífsspeki í þessum esoterísku ritum sem The Voice of the Silence eða rödd þagnarinnar. Hún líka komin úr bókum sem eru sem sagt kölluð Golden Precepts eða hennar gullnu fyrirmæla, og hún líka hluti af þessum Q&T bókum sem ég nefndi áðan. Hún stofnaði höfuðstöðvar í Evrópu, í St. John's Wood í London, þarna mynd af því húsi. Hún deyr þarna 8. maí, eins og allir vita, sem minnst alltaf hennar andláts 8. maí hverju ári í öllum deildum félagsins sem kallaður Lótusdagurinn. Og líkamsleifar hennar voru brenndar í Woking í Surrey. Þetta málverk bara sem ég fannst gott að setja fram, fallegt listaverk. Fyrir utan Isis Unveiled og Secret Doctrine og þeirra bóka sem voru nefndar hérna áðan, þá liggja eftir hana rit í 16 bildum. Þetta alveg ótrúlegt magn. Ég held við eigum hér í safninu 9 eða 10 bindi af þessum. Þarna allskyns mjög forvitnilegu fróðleikur. Og hér þetta eru ljósmyndir af Q&T bókunum, bara blaðsíður úr þeim. Og þessi bók þarna, það hægt að kaupa hana á netinu eftir David Reichl, sem var bandarískur Tíbet-fræðingur. Og þetta bara smá pjessi, en mjög fróðlegur að lesa, og það lýsir hann öllu sem kom þarna fyrir. Þessar Q&T bækur, eða Grütze, það eru röð hádulsbyggilegra rita. 35 þeirra eru exoterísk og eru aðgengileg öllum lömum í Tíbet þegar þeir eru í sinni fræðslu. En svo eru 14 stýringarit. Fyrrnefndu, eins og ég segi, þau eru að finna í flestu þessum Gelugpa-klaustrum, en hinn 14, þau innihalda Xian-stansana og þau voru áður allt varveitt undir verndarhendi Teshju Lama í Tsikate, sem sama og Panchen Lama. Mér fannst rétt að í staðinn fyrir bara að fjalla ævi hennar, hvar hún var og hvað hún gerði, að koma aðeins svona að vekja athygli á því sem hún var að skrifa. Hér að ræða mjög djúpa fræðslu, og ég held að fæstir nái þessu svona við fyrstu áhersni eða lestur. Þetta þarf að ígrunda betur og betur og betur, og vonandi verður þetta sett fram á prenti núna áður en langt líður, þannig að menn geta þá skoða þetta eins betur. En við förum yfir þetta, þá í upphafi fyrrabindis Secret Doctrine, þar eru settar fram 3 grundvallar fullyrðingar, statements á ensku. Fyrsta segir: allstaðar nálægt, eilíft, takmarkalaust og óhagganlegt grundvallar lögmál sem ekki nokkur leið að brjóta heilanum, þar sem það handan mannlegrar hugkvæmni og gæti aðeins skroppið saman í mannlegri tjáningu eða samlíkingu. Það handan sviðs allrar hugsunar, eða með öðrum Mandukya Upanishad, óhugsanlegt og óumræðilegt. Þetta þarf að lesa aftur og aftur og ígrunda vel. Önnur fullyrðing: eilífð alheimsins in toto, það í heild,
sem takmarkalaust svið. Leikvöllur, ótal alheima sem birtast og hverfa með reglulegu millibili og kallast lýsandi stjörnur, hún hefur þessi orð í Psychic og leiftur eilífurinnar. Eilífð pílagrímsins eins og augnablik sjálfsverundar, þetta í Jan Stansanum, birting og hvarf heimanna eins og aðfall og útfall sjávarins. 3. Grundvallar samsömun allra sálna við hið alheimslega æðra sjálf. Hið síðarnefnda sjálft viss hlið á hinni ókunnu rót og hins skyldubundna pílagrímsferð sérhverrar sálar neisti af hinnu fyrrnefnda í hringrás endurfæðinga innan svega eða af nauðsyn í samræmi við lögmál hringrásar og karma gegnum allt ferlið. Það að segja, þarna sem sagt tengls hverra einustu sálar við alheimssálina eða æðra sjálfið. Þetta náttúrulega sama og Indverjar að segja að Atman, okkar andlegi kjarni, nátengdur Brahman. Svo það hins vegar það þessi pílagrímsferð sem við erum all einhvern veginn föst inn í og förum í gegnum þessar endurfæðingar. Við getum sagt bara í skóla lífsins. Hér kemur svona, þetta allt ritað frá Blavatsky sjálfri. Ég hef einhvern að þýða þetta eins vel og get, sem nú alltaf erfitt að þýða þetta. Þar segir hún, með öðrum orðum, engin ómenguð andleg búti eða guðleg sál getur á sér sjálfstæða eða meðvitaða tilveru áður en neistinn sem kom út af hinnu ómengaða innsta eðli sjötta alheimslega grundvallarlámaninu eða æðri sálinni hefur fyrsta lagi farið gegnum sérhvert frumform hins skynjanlega heims Manvantara, það að segja þegar heimurinn í byltingu, og í öðru lagi náð einstaklingseðli fyrst af náttúrulegri hvöt og síðan með sjálfsbrotnum tilraunum og sjálfsviðleitni sem í tengslu við karma og það farið í gegnum reynslu karma og farið þannig upp gegnum öll vitnutarstigin, allt frá hinu lægsta upp í hæsta manas, það að segja hugsvið, frá steina og plönturíkinu upp í æðsta erkiengilinn. Nú rétt til að gefa hugmyndum sjálfa stansana í Psychic sem eru afar, torraánir. En þetta er náttúrulega, maður skynjar dýptina í þessu og líka þetta há skálflegt eiginlega líka. Fyrsta stansan hið eilífa foreldri íklætt hinnum eitíð ósýnilegu skikkjum hafði sofnað einu sinni enn eftir 7 eilífir. Hið eilífa foreldri, það rýmið, það að segja space á ensku. Og það íklætt hinnum ósýnilegu skikkjum. Við förum betri þær aðeins á eftir. Það hafði sofnað einu sinni enn eftir 7 eilífir. 7 eilífir eru í rauninni heimstímabil og þetta þýðir sem sagt að þarna Manvantara sem bylting heimsins, hún komin út á enda og að fara yfir í Pralaya, það að segja það sem verður tómið, sem íslensku fræðum kallum við ginnungagafl. 2. Tíminn var ekki, því hann lá sofandi í faðmi rásar tímans. Skilin setning. Tíminn var ekki, þegar þetta gerist sem sagt. Því hann lá sofandi í faðmi rásar tímans. 3. Alheimsvitundin var ekki, því það voru engar
ahi, það er að segja himneska verur, til að fela hana í sér og þar að leiðandi að birta hana. Það er að segja, þarna er allt að hverfa yfir í pralæja, það er tómið. En eins og einhver sagði, tómið er ekki tómt. Rými foreldrisins, sem hafa sagt, er hinn eilífa, allstaðar nálæga orsök, hins óskiljanlega guðdóms. En hinnar ósýnilegu skikkjur, sem endar voru þarna áðan, eru hinn mystíska rót alls efnis og alheimsins. Sem sagt, ósýnilegu skikkjurnar eru hinn mystíska rót alls efnis og alheimsins. Og rýmið er sá eini eilífi hlutur sem við getum auðveldlega ímyndað okkur. Óhagganlegur í óhlutstæðileika sínum og ósnertur af hvort heldur af nærveru eða fjarveru sinni í hinum hlutkennda alheimi. Það er í öllum skilningi án víta og á sína tilveru áhafa öllu. Andinn er fyrsta aðgreiningin frá því. Hinni orsakalausu orsök, bæði anda og efnis. Þetta er nokkuð sem að þarf að íhuga svolítinn tíma því að halda áfram. Það er eins og kennt er í esoterískum kennslubókum, hvorki takmarkalaust tóm, né skilyrt fylling, heldur hvort tveggja. Það var og mun ávallt vera. Þess að þessi mannvantara, pralæja, fylling, birting heimsins, tómið á milli, þetta er líka stundum sagt hjá Indverjunum, dagur eða nótt Brahman, þegar meira sé að setja einhverja milljónir ára á daginn og nóttina. Þannig tákna skikkjunar við innra eðli hins óaðgreinda alheims efnis. Við innra eðli hins óaðgreinda alheims efnis. Það er ekki efni eins og við þekkjum, heldur hið andlega inntak efnis og er eilíft og jafnvel eitt með rýminu í óhlutstæðri merkingu þess. Grunneðli er einnig uppspretta hinna fíngerðu eiginleika sýnilegs efnis. Það er sál hins eina takmarkalausa anda. Indverjar nefna það múla prakriti og telja það vera hið upprunalega efni sem er undirstaða upadi eða farvegs sérhvers fyrirbæris, hvort heldur efniskens, huglegs eða andlegs. Það er uppsprettan sem Akasa geislar frá sér. Já, bandaríski heimspeki prófessorinn Ariel Sanat, sem er mjög vel að sér í öllum þessum fræðum, hann segir að í fortíðinni og eiginlega fjöldamörg ár og lengi svo menn margir muna, að þá hefur verið litið á Sigurdóknin sem háspeggilega ritgerð. Áherslan hefur ávallt verið á hina háspeggilegu hlið og haft í för með sér mikla könnun á því sem að við myndum nefna eða kalla hina vitrænu hlið hinnar fornu visku. Á hinn bóginn hafa afleiðingarnar á svo einhliða viðhorfi því miður farið út í öfgar að hans dómi. Samt sem áður sýnir sjálffræðilegu skilningur á Sigurdóknin, sem er reyndar undirstaða hennar fornu visku. Hún sýnir áður óvænt tengsl hennar við kenningar Jiddu Krishnamurti á okkar dögum. Og afar gaumgæfileg athugun sýnir að þessi tengsl eru mjög þýðingamikil og gefa betri skilning bæði á Blavatsky og Krishnamurti. Mikilvægustu atriði þessara tengsla mætti orða með eftirfarandi hætti. Megin inntak Sigurdóknin
eða hinnar huldukenningar, eins og viðhorf og athuganir Ditu Krishnamurtis umbreyting mannsins, þessi umbreyting á vitund mannsins. Þótt hinn hásbyggilegu viðhorf eigi sinn sess, þá standa þau samkvæmt Blavatsky aðeins fyrir einn hinna 7 lykla, það kemur eitt af þessum dularfullu hugtökum, til að öðlast skilning á sigri doktrín. Sem sagt, þetta eru 7 einhverjir dularfullir lyklar, þetta bara einn hluti af þeim. Á hinn bóginn hníga af því fjölmörg rök að hinn sálfræðilegi, einnig nefndur hinn andlegi eða mystíski lykill, að hinn mystíski lykill sé sá sem eigi fyrst að snúa. Ef nokkur hinna eigi að koma einlægum nema á móti. Það er að segja að við verðum að byrja á að snúa okkur að hinnu andlega eða mystíska. Hér eru bara settar upp nokkra bækur fyrir þá sem að hafa áhuga á að kynna sér ævi og starfi Madame Blavatsky. Þessi bók hér svo nýjasta, tók hana 14 ár, Sylvia Cranston, að skrifa þessa bók og hún lang ítalegust af þeim ævisögum sem til eru. Hér eru ýmsar fræga, þekktar annar, þessi frekar nýleg líka. Hérna samansafn af fólki sem segir frá kynnum sínum af henni. Og svo hérna þessi fræga bók eftir hana Konstans Wachtmeister. En ef þið farið inn á netið, að þá eru til hérna sérstakar síður fyrir Blavatsky og þar eru til fleiri ævisögur. Svo að hún hefur verið mikið stúdíuð þessi manneskja. Og þá þakka ég bara fyrir. Takk.